Í febrúar árið 1984 héldu 2 ungir menn að þeim hefði tekist að fremja hinn fullkomna glæp. Þeir rændu næstum 2 milljónum af peningaflutningamönnum á TVR við Landsbankann Laugavegi 77 í Reykjavík. Þetta var einstakur glæpur, fyrsta íslenska vopnaða ránið og hið eina þar sem skoti hefur verið hleypt af. Mennirnir hurfu út í vetrarmyrkrið en lögreglunar beið hið vandasama verk að komast að því hverjir hefðu skipulagt svo bíræfið rán. Ránið við Landsbankann var vandlega undirbúið. Ræningjarnir lögðu mikið á sig til að tryggja að glæpurinn heppnaðist sem best. Hugmyndin hafði verið lengi að gerjast og ræningjarnir reyndu að skipuleggja hvert einasta atriði. Upphafið að þessu fyrsta alvöru vopnaða rán á Íslandi er hægt að rekja til þjóðhátíðardagsins 17. júní árið áður. 19 ára hafnfirðingur Ingvar Þórðarsson hélt veislu á heimili foreldra sinna og bauð þangað mörgum vinum og kunningum. Þetta var mikil veisla og Ingvar veitti vel af mat og drykk. Hann fékk vin sinn, William James Scobie, til að vera dyravörður í veislunni. William átti bandarískan föður og íslenska móður og hafði alist upp í New York. Hann var ævintýramaður sem langaði mest að verða hermaður í bandarískri sérsveit eða lögregluþjónn í Reykjavík. En leið var hann lítill í sér og áhrifagjörn. William bjó með unnustu sinni og móður hennar í Breiðholtinu. Foreldrahús í Hlíðunum voru samt hans annað heimili. Verðbólgan 10-12% eða þar bil núna í þessum mánuði undir því. Nokkru eftir veisluna ákváðu Ingvar og William að fara saman í ferðalag. Þeir lögðu úr höfn með MS Eddu og héldu á vit ævintýrana í Evrópu. Þeir voru staðráðnir í að njóta ríkulega þeirra ávaxta sem lífið hefur upp á að bjóða. En ævintýrin létu aðeins á sér standa, þar sem lítið var af skemmtanafélögum borð í Eddu. Þar var hins vegar 300 manna hópur eldri borgara af Hrafnistu og sá eini sem Ingvar þekkti var presturinn sem hafði fermt hann fáeinum árum áður. Borð kynntust drengirnir manni sem hafði unnið hjá áfengis- og tóbaksverslun ríkisins við Lindargötu. Eitthvert kvöldið sagði maðurinn þeim frá því að háar peningaupphæðir væru fluttar frá áfengisútsölunni í banka á föstudagskvöldum og þeir ályktuðu að þar væri auðvelt að ná miklu fé. Eftir leiðinlegt ferðalag voru piltarnir fegnir að losna frá borði í Newcastle á Norður-Englandi. Á næstu vikum ferðuðust þeir vítt og breitt Evrópu og lentu í alls konar ævintýrum með tilheyrandi drykkju og dansi, slagsmálum og kvennafari. En ævintýrin taka enda og veturinn voru þeir William og Ingvar aftur komnir heim til Íslands þar sem grár hversdagsleikinn tók á móti þeim. William hafði upp á manninum sem þeir höfðu hitt borð í Eddu og fór að spyrja hann í þaula það hvernig peningar á TVR væru fluttir í banka. Maðurinn var undrandi á forvitninni en sagði honum frá því að eftir uppgjör væri farið með dagsöluna í 1 eða 2 hvítum plastbókum í Landsbankann Laugavegi 77 og að 2 eða fleiri menn flyttu peningana á eigin bifreiðum. Það kom William á óvart að næstum 2 milljónir króna væru fluttar í bankann á hverjum föstudegi. Hann bauð mannum fé fyrir þessar upplýsingar sem hann afþakkaði.
William byrjaði að skipuleggja hinn fullkomna glæp. Hann lagði leið sína í Sundlaugarnar í Laugardal og á Landakotsspítala, þar sem hann stal stígvélum, frakka og loðhúfu og safnaði þannig í dulargervi sem hann ætlaði að nota við ránið. 5 föstudaga í röð dulbjó hann sig til að athuga hvort nokkur þekkti hann í dulargerfinu. Hann fylgdist með peningaflutningamönnum ÁTVR þar sem þeir fluttu dagsöluna í bankahólfið. Gerfið hélt. Enginn bar kennsl á manninn en hann áttaði sig á því að hann gæti ekki framið ránið einn. Ingvar hafði hins vegar sótt vinnu sem gjaldkeri í banka og fékk, fyrir einskæra tilviljun að eigin sögn, vinnu í útibúi Landsbankans Laugavegi 77. Daginn áður en Ingvar hóf störf í Landsbankanum hitti hann William, félaga sinn, á útsýnarkvöldi á Broadway. Skömmu áður en ballinu lauk, sagði William Ingvari að hann væri með þinn fullkomna glæp í mótum. Glæp sem gæti ekki mistekist. Ingvari leist strax vel á hugmyndirinnar sem styrkti William í því að láta verða af áformunum. William sótti Ingvari vinnuna eftir fyrsta vinnudaginn í bankanum og þeir ræddu rækilega hvernig ætti að fremja ránið. Meðal annars kom til tals að stela bíl eða ræna leigubíl og láta ökumanninn í skottið. Ingvar hafði ágjör á því að bílstjórinn gæti hrópað á hjálp en hafði ekki aðrar athugasemdir við áætlunina. Ingvar mataði svo að áætlunin gæti vel gengið upp. Peningarnir væru frá ríkinu, smáleiðréttinga og okurverðinu sem hann og aðrir hefðu greitt fyrir áfengi. Enginn myndi slasast. Því skyldi hann ekki slá til. Stærsti vandinn væri ekki sjálft ránið, heldur eftirleikurinn í svo litlu þjóðfélagi. Ingvar taldi réttast að frysta peningana í langan tíma eftir ránið. Það væri á hreinu að rannsóknarlögreglan gæfist seint upp. En ef hún hefði ekkert í höndunum, þá getur hún ekkert gert. Daginn fyrir ránið innsigluðu félagarnir svo samkomulag með handabandi. Ingvar ákvað að taka þátt í ráninu með því að útvega bifreið, úlpu og hanska, keyra bílinn og hringja á fyrirfram ákveðnum tíma í lögregluna úr símaklefa við Landssímahúsið Austurvöll og tilkynna að 2 pönkarar ógnuðu starfsfólki í verslun Krón í Breiðholti með hnífi. Þetta átti að villa fyrir lögreglunni. William ætlaði að nota ránsfenginn til að hjálpa fjölskyldu sinni sem átti í fjárhagserfiðleikum og vildi líka að unnusta hans fengi að njóta ágóðans. Hann vildi hjálpa henni að komast í nám til útlanda en gat það engan veginn miðað við eigin fjárráð. Hann átti erfitt með að tolla í vinnu og tilraunir til að komast í bandaríska herinn eða íslensku lögregluna tókust ekki þrátt fyrir hann fengi aðstoð og meðmæli frá reyndum lögreglumanni. Á tímabili sagði hann unnustu sinni að hann væri byrjaður að vinna leyniverkefni fyrir fíkniefnalögregluna og hélt að heiman á hverju morgni því hann var orðinn leiður á því að hlusta á sífelldar kvartanir bágan fjárhag. En í staðinn fyrir að takast á við æsispennandi lögreglumál fór William að hjálpa föður sínum á veitingastað fjölskyldunar í nýja miðbænum svokallaða. Staðurinn gekk ekki of vel og það vantaði ýmis ný eldhústæki sem William vildi hjálpa til við að fjármagna. Markmið Ingvars voru önnur.
Þar réð guðinn Mammon ferðinni með einhverja ævintýra þrá í eftirdrægi, eins og hann orðaði það sjálfur síðar. Nóttina fyrir ránið brusti William James Scobie inn í skotfæraverslun og stal þar haglabyssu og pakka af skotum. Ingvar mætti til starfa í Landsbankanum morguninn. En klukkan 2:30 hittust félagarnir í sjoppunni á móti. Fengu sér flösku af öli og fóru yfir alla áætlunina í síðasta sinn. Allt átti að vera pottþétt. Eftir vinnu fékk Ingvar lánaða lötu sportbifreið hjá félaga sínum, undir því yfirskinni að hann þyrfti að fara til Keflavíkur að sækja dót sem hann ætti þar. William fékk lánaða járnsög hjá nágrannakonu sinni og sagaði framan og aftan af haglabyssunni. Þessu næst tók hann 3 skot, pússaði þau og byssuna vel og hlóð 2 skotum í magasínið en stakk 3. skotinu í jakkavasan. Þá tók hann til við að dulbúast. Ingvar sótti óþekkjanlegan vin sinn í Breiðholtið. Þar sátu þeir stund til að róa taugarnar áður en látið yrði til skara skríða. Þeir óku að háskólabíói, þar sem ætlunin var að William næði leigubíl á Birkimel, en þegar engan bíl var þar að fá, haltraði hann að Hótel Sögu. Hann bað leigubílstjóran að aka að Hótel Loftlöfum. Bílstjóranum leist ekkert á farþegan en ók samt af stað. William hugsaði að hætta við allt saman, en átti ekki fyrir fargjaldinu og sá þá að hann yrði að ljúka verkinu. Þegar komið var á móts við slökkvistöðina, dró farþeginn upp byssuna. Og hann ógnaði mér allan tíman á þessari leið hingað og marg endurtók að hann myndi skjóta mér hausinn ef ég gerði nokkuð skapað hlut þar sem það geti orkað tvímælis. Sagði mér að slökkva útvarpi og talstöð og ég náttúrulega gerði allt í öllu það sem hann bað mig og reyndar þorði við alla depla augum því að maður virtist mjög æstur. Þegar ræninginn hafði skipað bílstjóranum að stöðva bílinn í Nauthólsvík, tókst bílstjóranum að sleppa og hlýddi ekki kalli að snúa við. Á meðan var Ingvar að sinna sínum þætti áætlunarinnar. Hann ók niður að Austurvelli þar sem hann ætlaði að tilkynna lögreglunni áreiti pönkarana við starfsfólk verslunar Krón í Breiðholti. Ekkert varð af símtalinu þar sem símakleifinn var upptekinn. Ingvar lét sig hverfa áður en nokkur kæmi auga á hann. Þessi þáttur áætlunarinnar misheppnaðist en Ingvar vonaði að það kæmi ekki að sök. William ók hinum stolna leigubíl hratt götur bæjarins þar til hann kom að Landsbankanum. Hann gekk fram fyrir húsið og beið eftir peningaflutningamönnunum. Á meðan hann beið hugsaði hann að hætta við allt saman, en var þó hugsað til fjölskyldu sinnar sem bráðvantaði peninga.
Ingvar beið órólegur eftir samverkamanni sínum í Brautarholtinu, eins og talað hafði verið Honum datt í hug að taka strætó heim frá Hlemmi, en hætti við og ákvað að fara niður að Landsbankanum og reyna að fá William ofan af ráninu. Við Landsbankan var ekkert að gerast, þannig að Ingvar ályktaði að ekkert rán hefði verið framið. Þá gekk hann fram á peningapoka, stakk honum inn á sig og hélt aftur upp í Brautarholt. Þegar Ingvar kom upp í Brautarholt var William sallarólegur í bílnum og búinn að ná af sér öllu dulargerfinu. Áður en þeir lögðu af stað, hlóð William byssuna með einu skoti. Ræningjarnir óku af stað eftir vel heppnaða aðgerð og héldu í Kópavog, þar sem þeir losuðu sig við vopnið og skothylkin. Því næst fóru þeir að heimili foreldra Williams í Hlíðunum, þar sem leiðir skildu og þeir ákváðu að tala ekki saman fyrr en eftir 4 daga. Faðir Williams brást reiður við þegar hann kom heim með peningana og skipaði honum að setja þá hann í skáp. Ingvar fór heim, kláraði skattskýrsluna en bætti þó ekki inn í öflugum tekjum. Ræningjarnir höfðu haft 1,4 milljónir króna í peningum upp úr krafsinu en ávísanirnar voru upp á 400.000 krónur. Daginn eftir ránið kom William aftur í foreldrahús. Hann vitjaði ránsfengsins og brenndi ávísanirnar sem hann sturtaði síðan niður klósettið. William bauð föður sínum að taka það sem hann þyrfti af peningunum. Hann tók 50.000 krónur og keypti dollara fyrir þær. Griffith David Scobie taldi öruggara að hann geymdi peningana þar sem hann geti betur gert grein fyrir þeim ef þeir yrðu handteknir. Feðgarnir skipulögðu ferð til Bandaríkjanna sem átti að nota til að kaupa tæki á veitingastað fjölskyldunar. En Griffith David hafði einnig í hyggju að koma William syni sínum úr landi. Hann notaði fjölskyldubrúðkaup í Bandaríkjunum sem skálkaskjól. Hann óttaðist að sonur hans fengi þungan dóm ef ránið kæmist upp og hann taldi að vopnuðu lögregla gæti hvenær sem væri hann tekið soninn og meitt hann eða jafnvel drepið hann í átökunum. Eftir helgina var komið að því að skipta gróðanum. Faðir Williams ók honum til að hitta Ingvar í þrekmiðstöðinni í Hafnarfirði. Þar fékk hann sinn skerf 360.000 krónur. Þegar Ingvar sá seðlana, hríslaðist hans sælutilfinning. Feðgarnir óku áfram niður í fjöru í Hafnarfirði þar sem þeir losuðu sig við pókana sem voru utan peningana. Dulargerfið hafði William klippt í sundur, sturtað einhverju af því niður klósettið en fleygt öðrum hlutum í öskutunnu við Laugaveg. Smám saman héldu ræningjarnir að þeim værið að takast að hylja slóðuna. Þegar ránið hafði verið framið, hringdi vaktmaður Landsbankans í lögregluna og rannsókn málsins hófst.
Rannsóknarlögreglan taldi strax í upphafi að einhver sem þekkti til peningasendingana hefði framið ránið og ræddi við alla starfsmenn á TVFR við Lindargötu. Þetta var svo dagur sem einhverjum var mest á öllu jafna og maður vissi greinilega hvernig peningarnir voru fluttir og hvað hans gat setið fyrir þeim. Starfsmenn voru beðnir að leggja höfuð í bleyti það hvort þeir myndu eftir einhverju sem gæti bent til þess hverjir ræningjarnir væru. Og síðan var rannsóknin haldið áfram og smátt þá bárust böndin að ákveðnum manni og það gerðist með þeim hætti að starfsfólk í verslunni benti á mann sem hefði verið tíðugestur hjá einum starfsmanna sem þá var hættur. Lögreglan hafði upp á þessum fyrrverandi starfsmanni nokkrum dögum eftir ránið. Þetta reyndist vera maðurinn sem Ingvar og William höfðu hitt borð í MS Eddu. Eftir vitnisburð hans og vegna annarra lýsinga vitna var ákveðið að fylgjast með William Scobie og hóf lögreglan að veita honum eftirför tæpri viku eftir ránið. Lögreglan fylgdist með William aka unnustu sinni í Ritaraskólann sem í næsta húsi við portið þar sem leigubíllinn fannst. Þá komst lögreglan að því að 3 miðar á nafninu Scobie væru pantaðir til Bandaríkjanna næsta dag. Þarna styrktist sá grunur að hann gæti verið að verki og endaði með því að á síðustu dögum, þar sem kom fyrir handtöku, þá voru við farnir að fylgja honum eftir allan sólarhringinn. Lögreglan elti William föður hans og yngri bróður eftir Reykjanesbrautinni og þegar þeir voru að innrita sig í flug til Bandaríkjanna voru þeir handteknir. Hald var lagt á farangur þeirra og húsleit gerð á heimili Williams í Breiðholtinu. Dómari í sakadómi Reykjavíkur heimilaði svo lögreglu að gera húsleit á heimili foreldra hans og leita í farangri föður hans. Þá fékk lögreglan heimild til að handtaka móður Williams og 2 systur en 3. systirinn var einungis 14 ára og því ekki heimilt að handtaka hana. Ingvar frétti frá manni sem hann þekkti og vann sem blaðamaður á DVF að amerískir feðgar hefðu verið handteknir og það væri bara spurning tíma hvenar þeir játuðu á sig bæði ránið við Landsbankann svo og iðnaðarbankaránið sem var framið stuttu áður. Ingvari var svo mikið þessi tíðindi að hann tók sér frí frá vinnu eftir hádegi. Ingvar reyndi að láta á engu bera og fór í Hollywood þetta föstudagskvöld. Þar hitti hann vin sinn á DVF sem sagði honum nöfnin á hinum handteknum feðgum. William neitaði staðfastlega vitneskju og aðild að ráninu. Á laugardeginum bönkuðu 2 frakkaklæddir rannsóknarlögreglumenn upp á heima hjá Ingvari og báðu hann að koma með sér. Þeir tóku af honum skýrslu kynni hans af William Scobie og spurðu sérstaklega ferðalagið árið áður. Eftir yfirheyrsluna fékk hann að fara aftur heim. Í Hollywood kvöldið spurði annan hver maður sem Ingvar hitti hvort hann væri viðriðið málið. Daginn eftir beið hann þess sem verða vildi hjá vinkonu sinni. Hann róaði taugarnar í gufubaði og heitum potti til skiptis og hugsaði með sér að hann skyldi njóta síðustu frelsisstundana vel. Hann var sannfærður að ef William vinur hans hefði ekki þegar verið bugaður, væri stutt í það. Í einni yfirheyslunni yfir helgina léti William undan þrýstingi lögreglunar og viðurkenndi sekt sína. Og endanum þá eða tiltölulega fljótlega þá viðurkenndi hann og upplýsti málið allt og lagði það bara á borðið eins og það lagði sig. Það er að segja allan undirbúningi sem var mikill og stóð yfir í langa tíma, innbrot hér og innbrot þar og undirbúningurinn að dulgerfinu og öllu saman. Og
tilgreindi þann sem með honum var og síðan hverjir hefðu hjálpað honum að koma undan peningunum. Ingvar fór í Sjöbíó og svo í heimsókn til vinar síns. Þegar hann kom heim, tóku 2 rannsóknarlögreglumenn á móti honum og tilkynntu honum að hann væri handtekinn. Lögreglan yfirheyrði Ingvar strax. Hann var ekki á því að segja frá öllu í fyrstu yfirheyrslunum. Hann sagðist ekkert hafa vitað ránið fyrirfram. William hefði hringt í sig og beðið sig að gera sér stórgreiða. Síðan hefði hann flækst inn í málið þar til of seint var að snúa við. Eftir að hafa haldið sig við þessa sögu í 2 daga ráðfærði Ingvar sig við lögfræðing og sagði lögreglunni síðan alla sólarsöguna. Í Kópavogi fann lögreglan haglabyssuna og 10 heil haglaskot. Og eftir nokkra leit fann lögreglan peningana á heimili systur Williams. Með játningum Williams og Ingvars ránið og játningu föður Williams hvað varð peningana þótti málið upplýst. Þá fór það sinn veg í réttarkerfinu. Í Hæstarétti var William James Scobie dæmdur í 5 ára fangelsi. Ingvar hlaut 2,5 árs fangelsisdóm en Griffith David þótti verðskulda hálfs árs skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að reyna að koma ránsfénu undan. Aðrir þóttu ekki hafa gerst brotlegir við lög. Já, það sem sérstakt við þetta á þessum tíma að í fyrsta lagi þetta náttúrulega fyrsta vopnaða ránið sem við eigum við og í öðru lagi að þetta svona fyrsta máli sem vel skipulagt og vel undirbúið. Það er alveg ljóst, þetta ekki fullkomni glæpur því við komumst á snóður það hverju það brotið af sér þarna.